Kíkið á soulstory.is, skráið ykkur í Soulmates klúbbinn og fylgist með. Brynjar, þið farið á toppnum inn í úrslitakeppnina. Það þýðir heimaleikja réttur alla leið og þá væntanlega eitt af markmiðum tímabilsins náðu ekki satt? Jú, alveg klárlega. Það náttúrulega búið að vera okkar helsta vígi heimavöllurinn. Við erum búin að vinna 43 síðustu 46 leikjum í DHL-völlunni, þannig að okkur líður vel þar og okkur líður vel ef við þurfum að fara í oddaleik og það er það sem deildakeppnin snýst það er að enda í fyrsta sæti og fá heimavöllurinn út úrslitakeppnina. Þið eru að fara að mæta sofandi risa, ekki hægt að skoða Grindavíkurliðið þannig? Sofandi risi, jú. Er hann að vakna? Ég veit það ekki. Það er erfitt að vekja eftir svona hrikalega erfitt gengi. Það sem hefur einhvern veginn ekkert gengið upp hjá í allan vetur. Eru þeir fyrir vikið hættulegir? Jú, þeir eru hættulegir en það er ástæði fyrir í 8. sætinu og þeir hafa ekkert verið að spila neitt frábærlega upp á síðkastið og virkaði svona mikil deyð yfir liðinu og yfir mannskapnum. En þeir eru skeinhættir, þeir eru með leikmenn sem voru kjarni í Íslandsmeistaraliði 2 ári í röð og sem fóru í úrslit 3 ári í röð, þannig að þeir kunni þetta alveg en mér finnst við vera með betra liðið. Við töluðum við kollegaðinn úr körfunni, hann Þorleif Ólafsson áðan og vorum að spyrja hann út í hvernig hann mæti KR-liðið eftir brotthvarf Ægis, hvernig metur þú það? Náttúrulega þegar Ægir var point guard og við spilum mótið síðast þá reyndum við náttúrulega að drepa leikinn alveg og spila hrikalega hægt. Við komum einhvern veginn í veg fyrir það og náðum að pikka upp hraðan en ég man ekki hvernig fór leikurinn í DHL-völlunni. Ég held að það hafi verið öruggur sigur. Síðan fór maður aðeins að hugsa ok, við lendum í vandræðum en þá veit maður að því að Mike er undir körfinu og ef okkur vantar körfu þá getum við alltaf hent boltanum inn í og hann skorar í 60% tilvika. Þetta eru náttúrulega klúbbarnir sem buðu upp á einhver svaðalegustu finals sem hafa farið fram hérna árið 2009. Nú bara komið að ykkur að standa undir því nafni í áttalega, það ekki von á veislu. Þetta verður ofboðslega skemmtileg veisla. Þetta bara náttúrulega rjóminn þegar úrslitakeppnin byrjaði. Það að skemmtilegasta við tímabilið og það byrja að birta og sólin fyrir að láta sjá sig. Læðin að fara að minnka og góða veðri kemur. Þá úrslitakeppnin eitthvað sem allir bíða eftir.